Lift nafninu hans, please keep, singing a little bit in the background. Don't lose this presence, please, guys. Father, in the name of Jesus, thank you. Takk, Jesus. Fadir, ég þakka þér fyrir að þú ert hérna og þekkir ekki Jesú. Og þið sem eru hóna, skulum segja bara einfalda bæn, ef þú meinar henni í hjartaðinu og í hugaðinu og þú vilt þekkja og læra að þekkja hver Jesús er. Að hann er ekki einhver dæmandi Guð sem bara, bara þú syndari farðu. Nú þú dæmdur. Nei, hann er elskandi Guð. Það segir að elska hans leiðir okkur til iðrunar. Og hann vil bara leyfa þér, eins og við höfum all fengið að upplifa hver hann er. Nærvera hans, kærleikur hans, von hans, styrkur hans. Þú átt haldreipi, þú átt vin, þú átt faðir á himnum, segir orðið. Segir þetta fallega, yndislega orð sem við byggjum trú okkar á. Við bætum ekki vini, tökum frá. Við
trúum öllu þessu orði. Því Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið og enginn kemur til Guð föðurs nema fyrir mig, sagði Jesús. Þannig við getum heldur ekki útiloka Jesús. Jesús arnaði maðurinn að Guði og himnaríki. Eins og við sögum áðan þá tölum við Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, svo á jörðu sem á himni. Hvað þýðir þessi vers? Það þýðir að Guð vill gefa þér part af himnum á þessari jörðu. Hvað þýðir það í raun og veru? Það er ekki það sem hún sérð, það er ekki það sem hún finnur, það er ekki skilningaviti, það er ekki það sem er norm hérna úti í heiminum. Það er yfirnáttúrlegur kraftur Guðs til umbreytingar, kærleika. Þetta er ekki bara einhver orðasnilld og frábær viska þessi orð, þessi biblía. Þetta er kraftaverk, smurning hans, nærvera hans og þvílíkur kraftaverk sem hann gerir í orði sínu. Þannig taktu bara við. Þetta er ekki einhver upplifun. Guð er einnig bara í burtu sem segir, við notum þetta slókan oft, þetta er út frá vitnisburðum mínu frá því ég var bara mjög ung. En ég ætla að segja ykkur, opnaðu hjarta þetta og segjum bara þessa bæn saman. Jesús, allir hérna inni, Jesús, ég bið þig að koma inn í mitt líf og ég bið þig að fyrirgefa syndir mínar. Og ég bið þig, Faðir, sýndu mig hver þú ert. Ég tek á móti þér, viljanlega. Það segir í Rómarbréfi 10:9, játaðu með munninum, þú trúir í hjartaðinu og játaðu með munninum, þá máttu hólpin verða. Það er ekki galdraþjóður, þú þarft virkilega bara að segja í einlægni. Einlægni trúi ég að Guð getur komið inn og verið með mér. Það segir að þegar þú tekur móti Jesú þá gengur hann með þér, hann er með þér, hann er trúfastur vinur, það segir hann er trúfastur sem bróðir og hann fer aldrei frá þér. Þó svo við förum til hliðar og gerum einhver tómtjón og látum leiðast að heiminum og alls konar hlutum. Hann fer aldrei frá okkar, hann er alltaf þessi rödd, réttlætisröddin í þitt líf. Segir alltaf, Matthew, Alfred, ég elska þig. Sama hvort það gangi í gegnum. Sama hvort, já ég veit, þú klúðraðir í gær, en hei, ég elska þig samt. Hann er bara þannig Guð. Hefði ég trúað því, þá hefði ég aldrei verið á flótta í 10 ár. Ég hélt að sáttmálinn myndi bara ekki virka ef þú fellur í synd, ef þú fellur í dómgreind, ef þú ferð að gera einhverju hluti sem kannski er ekki Guð þóknanlegt. En Guð horfir á þetta og heldur hann móðgist yfir synd. Come on, halló, hann dó þvílíkum dauða. Hann var á himnum og kom niður sem maður, sem ungabarn, fæddist af Maríu mey og ólst upp meðal þeirra. Labbaði meðal þeirra og síðan fór hann, steig upp til Guðs, kom aftur. Lærisveinarnir voru alveg bara, er hann að koma eða fara? Hvað er í gangi? Hann dó, svo fór hann upp með fórnina til framfyrir Guðs. Ég myndi að hljóma eins og einhver svaka súrrealist bíómynd, fantasy, sci-fi bíómynd. En hvað er þetta satt? Ef allir kristnir í heiminum, skilur, sem segja sömu söguna og upplifa og vita í sannleika að þetta er sannleikur. Hvað ef að þetta er? Eins og hann sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jesús sagði það. Hann var ekki bara maður. Hann var Guð, hann var sonur Guðs, hann var part. Það er Guð, sonur og heilagur andi sem við trúum á, ekki satt. Flestir Íslendingar fæmdust undir þeim skilmerki. Amen. Thank you guys so much. Frábært. Lofgjörð í dag.
such a great job. Thelma, Maria and Stefan, really great. Stefan, if you could stay, ef þú getur verið með mér í smá. Við svissum yfir í ensku og íslenska því við erum alltaf með fólk sem enskumælandi hérna á Íslandi. Maria hún ætlar að sitja hérna aftast með Matthew og those that need interpretation, you guys, she'll come to you and go ahead and have some coffee. We're just going to start. Ég ætla að fara bara, I'm just going to go into a few verses. Ég ætla bara að fara í nokkur vers. Af því nærvera Guðs bara þannig og stundum það þannig bara að við lefum honum bara, hans nærveru bara vinna í okkur. Halleluja, takk Jesus. Við skulum að vera áfram í þessu flæði. Það rosalega mikilvægt, elsku systkini, elsku vinir, að við þekkjum nærveru Guðs og við sem erum að þjóna og fylgja honum. Það rosalega mikilvægt að við lærum að flæða í þessu flæði, getum við sagt það? Synda og flæða í þessu flæði. Það svakalega orð sem við notum. Við kallum þetta oft svona kristnesku. Flowing in the flow of the Spirit to you guys. Hans andi raunverulegur, hans nærvera raunveruleg. Við erum búin að vera að tala rosalega mikið tilgang. Hvað tilgangur okkar? Hvað tilgangur þinn? Hvað köllun og tilgangur? Þá ég ekki bara að tala hvað ætlar að læra, hvað ætlar að vinna og þetta og hitt, hverjum ætlar að giftast eða þetta og hitt. Fólk ekki sammála, það allir á einni braut í lífinu. Það allir að leita að tilgang. Það allir bara, hvað ætla ég að læra? Hvað ætla ég að vinna? Hver kona minn? Hver maður minn? Hvað mér mikið í laun? Hvað ætla ég að búa? Hvað með þetta? Hvað eru mínar áherslur? Hvað það sem ég trúi á fyrir mitt líf? Hvað set ég í fyrsta sæti? You guys, can you put a little bit down for me? On there, on the main street. Okay, yeah. Honestly. Takk Jesus. Halleluja, Faðir. Við ætlum bara aðeins að biðja eftir nærveru Guðs, af því það það sem við flæðum í. Og við skulum vera nærgætum við hans nærveru. Hann vill segja eitthvað. Ég hef engan áhuga að segja eitthvað. Ég vill bara að hann tali gegnum mig og þið séu uppverð við það sem hann að leggja áherslu á. Tilgangur Guðs þessi. Hann vill að allir menn þekkja. Allir. Hann vill að allur heimurinn þekki Guð. Ekki Guð í alls konar myndum. Eins og einn sagði, ég skipti nokkru máli, skilurðu hvaða Guð að fylgja bara eins og ég lengi sem ég trúi. Og ég hugsa með mér, ég náttúrulega á áslega erfitt með þessa setningu að því trú eða faith gefið af Guði. Faith is a force, þetta kraftur Guðs til breytni, umbreytingarkraftur Guðs. Þannig að ég veit ekki með Búdda eða hinduisma, milljón guðina og þetta og þetta og þetta og þetta og þetta og þetta og hitt. Ég veit að bara það ein gröf tóm. Jesús. Það einn sem kom með fyrirheitið. Og þetta svolítið svona í það sem í heiminum í dag. Bara allir svona í núinu, í flæðinu. Hvaða sannleika sem en það einn sannleikur og það náttúrulega bara við syndar eðlið í okkur. Einn sannleikur, hvað með það ekki til einn sannleikur. Svona erum við og það miklu þægilegra ef allt lífið bara grátt en ekki svart og hvítt. Allir segja hæ við Sölva. Hei Sölvi, við elskum þig Sölvi, við biðjum fyrir þig Sölvi. Smá svona en yndislegu bróður okkar. Guð elskar fólk, hann elskar okkur en hann vill algjörlega við sem ekki blekkingu hver hann og hvernig getum við vita hver Guð og tilgangur okkar þegar þú tengir þig við Guð
þá veistu tilganginn. Þá allt í einu fer allt að vera skýrt. Allt í einu þunglyndi og móðan og ég veit ekki hverjum ég á, þú veist, þetta sambandið, hitt sambandið, eitthvað slíkt, skilur við. Þá verður það skýrt allt í einu. Bara, þú færð allt í einu frið, hvað tilgangur, hvað ég að labba og ganga. Þú ert kannski ekki með þetta allt fyrir fram, en Guð kemur ekki niður og segir bara, gerðu svo vel, hérna, þetta verður svona næstu 20 árin, af því þá þurftum við ekki trú. En hann gefur okkur glimps og ég ætla að lesa hans hérna. Habakuk 2. Ef við gefa Stefáni smá frí til að fá sér kaffi og vera með. Hvað segir Stefán með því? Erum ekki magnaðar? Þvílík Guðs gjöf, skilur við. Bara, og nærvera Guðs yfir þér, Stefán, við bara blessum þig. Og thank you. Takk fyrir að spila svona undir. Ég fílaði svona old gospel feelingur að vera með svona píanu undir. Já, hann kan gefa okkur eitt svona. Hallelujah! Jesus is Lord! Woo, woo! Hey, það má hafa gaman í kirkju. Á stundum. Við förum einhvern tíma þangað bara í eitthvað gleði. En partur af kærleika Guðs og DNA Guðs gleði. Bara, þú veist, ég veit einn vinn minn, Robert Liardon, hann fór til himna. Já, það voða skrítið. En það margir sem hafa verið til himna. Googlið þetta, farið á YouTube. Fullt af fólki sem hefur farið til himna. Ekki ég, mér langar svolítið að fara til himna. En ég trúi virkilega á heiminin og ég les í orðinu hvað á heimnum og hvernig það og hvernig það gæti verið og það bara alltaf fallega, fullkomlega, fagra og yndislega og það bara svona, þú veist, allt svona, við erum til dæmis, við erum alls svona ung og falleg, skilur, við erum svona, það svona meðalaldur, það engin gamall eða ungur þegar þú deyrð og svona, það allir bara svona, hvar fæ ég þessa skrýtnu sögu? Já, í orðinu. Og fullt af fólki sem hefur farið og séð, þú veist, fengið sín, allt í einu voru bara heim í stofu og horfa á einhvern þátt svo allt í einu, allt í einu komið til himna og Jesús er að tala til þeirra. Hvað ég að tala um hérna? Ég er að tala um að við trúum á yfir náttúrulega líka. Það alls konar hluti sem gerist og af hverju væri það tilgangur Guðs að leyfa einhverjum að fara til himna? Já, vissulega til að segja frá. Og vinur minn, Robert Liardon, hann mikill spámaður, predikari, kennari og ég var það lánsum fyrir 25 árum eða 6 árum eitthvað svoleiðis, jú. Það passar, 26 árum, þá kynntist ég honum. Og svo fórum við í biblíuskóla sem var tengdur honum. Og hvað biblíuskóli? Já, það svona bara skóli sem hún lærir á biblíuna og lærir sambandi við Guð og svona, það ekki guðfræði svo ég kynnt í háskólanum, en það er theology og kennsla og hvað það snýst í hvað það að fylgja Guði. Þannig að ég veit það bara á heimnum eitthvað yndislegasta. Amma mín nýfædd til himna, móðir mín þar. Og afi minn og fullt af fólki sem þið ekki vænt You can turn it down a little bit, thank you. It's a little bit too high, thanks. Og ég veit bara fullt af fólki, ég mikið verið að hugsa og pæla í hvað tilgangur samband við lífið. Amma mín dó. Hún var 91 árs. Það var komið tími. Hún var búin að vera veik síðastliðin ár. Og hún var trúið, þannig ég vissi bara hún var frá góðan stað og annað. Og það var friður yfir lífinar þegar hún fór. Og við fengum þá náða að spjalla við hana, biðja með henni og það margir kristnir í minni ætt og kærleikur og kristindómurinn fer saman og við tölum andlega hluti og það bara, öll trúum við misjafnt en við trúum. Munið hvað ég sagði, Jesús hann mæti þér, skilurðu, hvar þú ert í trúagönguðinni. Hann ekkert að fara að mæta þér eins og mér, skilurðu, eða telmu eða þessa eða henn. Hann mæti þér hvar þú ert. Þannig okkur Guð. Af því að hann svo kærleiksríkur og hann leiðir okkur inn í allan sannleika í Jóhannes
15 og 16 tala það. En hvað tilgangurinn og hvað það sem við erum að trúa á, hvað það, af hverju við í þessu tilvist? Eins og ég sagði bara við eina konu daginn og hún var að lita á mér og brýtnar og eitthvað svona á vinkona mín. Við tölum allt, alveg með lokuð augun, alveg bara heimurinn maður, veistu búin að heyra þetta, veistu, hvað margar samræður sem búin að eiga, með eitthvað sting í augunum og eitthvað. En Guð bara þannig, hann samfélags Guð, relationship God. Hann tengir fólk í samskiptum og en þess vegna megum við ekki bara vera í okkar litlu klíku. Við þurfum að vera opin að elska alla. Kirkja ekki að byggja einhverja grúppu og klíkur, eitthvað tegund af fólk sem þetta bara krúið, sko. Jú, þetta teimi og leiðtogar og þetta og hitt og fólk sem þú veist, að vinna að. En síðan þurfum við að elska alla. Ég elska að tala við heimilislausa og hlusta á þeirra sögur. Fólk sem hefur labbað upp til okkar og bankað og bara allt í einu bara labbar upp á, þú veist, við erum á annar hæð, sko, hvernig þið vissu okkur, ég veit það ekki, kannski bara því við erum búin að vera þarna í ár, næstu því, í janúar. Og bara bankuðu og bara, getið þið talað við mig? Þetta var kona sem að var á konugoti og þurfti bara að tala við einhvern og var búin að heyra á því bæðum. Já, einmitt, auðvitað getum við beðið. Af því við erum að standa með þinni trú. Þegar við biðjum, þegar við trúaður, þá ertu bara að standa með manneskjunni í trú og þá kemur Guð yfir þessa bæn og svarar og kemur með sína nærveru. Amen? Þannig virkar það. Þegar við fá okkur kaffi og svona inn í kaffihúsi endilega, ekki vera feimin. Engi þorir að reyfa sig. Nei. No. Ég. Amen. Takk Jesus. Halleluja. Habakuk 2:3, ég ætla að lesa þetta. Ég ætla að nema staðar á varðbergi mínu og ganga út á virkisvegginn og skyggnast til þess að sjá. Við viljum alltaf sjá. Hvað hann talar við mig og hverju hann svarar kvartan minni. Þannig erum við flestum dögum. Við erum að kvarta. Við erum að fara með, það segir, farðu með bænarefnið þín fram fyrir Guð. Og mér finnst það bara svo cool. Þetta, kvartan minni, í íslenska biblían, bring all, þú veist, koma með kvörtunina fram fyrir Guð. Það bara make sense, það bara ein bæn. Þú mátt gera það. Ekki fara að kvarta við alla, alla. Stundum finnst mér svo fyndið þegar maður fær sannleikann, skilur, ef einhver búinn að segja eitthvað, þá þau búin að tala svo mikið þig, en ekki til þín. Ég sagði við einum dag, ég sagði bara, okkur komst ekki bara beint til mín, staðan fyrir að fara einhvern hring. Já, það alveg rétt, já, einmitt. En við viljum oft kvarta og halda í réttlæti okkar og halda í stolti okkar og við viljum halda í eitthvað, þú veist, og við erum alltaf að reyna, þú veist, sverta náungan, vin okkar, þú veist, fjölskyldum með alls konar fólk. Og af hverju gerum við það? Þetta bara svona ákveðin gossip, slúður andi sem bara svona, já veistu hvað, varstu búin að heyra þetta? Það alveg svona rödd, skilur, sjáu þetta ekki? Þið með mér? Segi, þið með mér? Ok, aðeins lengur, svo ætlum við að koma til endingar. Hvað þessi slúður andi og hvað hefur það að gera með tilgang? Já, fyrsta lagi, fólk alltaf að tala þitt líf og tilgang þinn. Hvað kemur þeim það við? Og sumt það sem þú ert að ganga, þú veist, það bara kemur engum við. Ég að tala til ykkar, ég ekkert endilega að tala fyrir að, ég svolítið að predika líka til sjálfum, það kemur engum við hvað þú ert að ganga. Þú þarft að vera ábyrg fram fyrir Guði og sjálfið þér og fjölskyldu þinni. Þínu nánustu. That's it. Hvað að reyna
útskýra fyrir einhverju manneskju út í bæ, þú veist, á Facebook eða Instagram eða eitthvað bla bla bla. Þið á sama stað og ég, stundum því fyrir á þetta Instagram ég bara, oh my god, hvað er í gangi? Hvað er í gangi? Segðu til. Og það bara þannig oft að við erum full af heiminum og teymust eftir þessum heimi og við erum alltaf að reyna að þóknast þessum heimi. Þetta eins og hamstur á nagrísahjóli og við gerum okkur ekki einu svona grein fyrir að við erum á þessu hjóli. Skilur við? Við erum gera þetta, posta þessu, endilega láta allan heiminn vita. Mér finnst gaman að posta, ég elska að posta myndum að eitthvað svona motivational, uppörvandi og fjölskyldunum mína og þú veist, partnerbörnum mína og eitthvað svona dæmiskilur sem að ég er stolt af og elska. Ég er ekki að fara að posta einhverju bulli, skilur við. Sjáu þið hvað ég borðaði í gær? Who cares? Halló? Hver skiptir máli og borðaði eitthvað spaghetti eða bollunni? Ok, ég er svona, svolítið leiðileg núna. En þú veist, það er bara too much. Þú veist, þetta er orðið of mikið. Það er allir orðnir sjónvarpsstjörnur, skilur, bara allir með reality TV þátt. Já, ég var bara að segja og svo setur fólk í bílnum og það bara blaðrar ekkert. Það er bara, já, ég var að baka og svo þetta og svo hitt og svo bleið og ég var að kaupa mér varlit. Who cares? Nefnum þú sérst að selja varlitin eða, ok, kynnan fyrir einhverjum. Ekki lífið meira virði heldur en allt þetta bull? Skilur við? Þetta kom alveg svona bull. Skilur við? Þetta er bara miklu, miklu meira það sem Guð vill að við séum að fókusa á. Og við sjálf. Come on! Þú ert að deyja. Það er bara, vill ekki við síma, ég þarf að posta á Instagram. Nei, þú ert að fara að biðja. Þú ert að fara, Guð, hvað er í stödd? Hello? Hvað ertu stödd? Hvað er í stödd? Ég spyr mig alltaf þessu að ég vil gera betur, að ég er búin að falla í gryfju blekkingar svo oft. Það er bara, ég er búin að teikna hann anda. Þannig að þetta er alveg bara eitthvað svona akkillishæll. Það er bara svona, þú veist, ekki það að því ég er blondína, skilur, það er ekki út af því. Þú veist, ég bara, já, ég fell bara fyrir ykkur og bara ég er svolítið, er ég bara komin hingað? Nei, það er ekki út af því. Það er bara, ég hef svona gamaldags hugsun þennan heim. Ég virkilega trúi því að hann sé bara góður. Wow, I got duped. Anyways, þú veist, þegar við erum lítir þá trúum við alltaf besta og góða alla og annað. Svo komumst við bara mjög fljótt að því að það er ekki slíkt. Ok? Og ég lærði mjög fljótt, ótti, kvíði, alkoholismi í fjölskyldinu og alls konar. Vissi ekki því ég var að koma heim sem ung stelpa með systur minni, bara hvernig ástandi er það á heimilinu. Það er ekki góð tilvist, það er ekki öryggi, það er ekki, þú veist. Við erum ekki að setja alla þessa hluti eins og þetta sé bara eðlilegt. Það er allt of mikið tíðni alkoholum og fíknar á Íslandi með við per capita prósentu hlutfall. Erum við þá ekki, er ekki eitthvað búið að setja þetta, þú veist, þannig að það bara, þetta bara leiðin? Það bara, þú bara, já, ég bara fyrir fíkn og alkoholisma og þetta. Og svo bara er fólk komin á staði sem það vill ekki vera. Þetta er hjartasmál, bara fólk sem labbar hérna inn, það eru nokkrir sem að, og nokkrar sem við erum að bara styðja og leita við og erum í sambandi við nokkra menn sem við treystum og konur til þess að hjálpa. Koma fólki í stuðning, koma fólki í Hvað getum við? En við getum allt fyrir bænina. Við getum bara elska þessa manneskju, sýnt henni kærleika, stuttu, sagt bara, hei, ég bið fyrir að þú komist í meðferð. Ég bið þess að opnist leið og komist í meðferð. Ég bið þess að eitthvað gott fólk komi í kringu til þess að hjálpa þér að ganga þessa braut. Að þetta er crazy heimur hérna úti.
Ég upplifði það mjög fljótt þegar ég var lítil. Og hvað gerði ég? Ég fór í trúna. Ég fór í Jesúmyndina. Og ég fór að spurja Guð, ertu til? Að þetta er eina góða sem ég sá fyrir framan mig. Ég er ekki að segja að það var alfarið það eina, en þegar slæmt var í gangi, það var ekki alltaf slæmt. Og þannig er alkoholismi og þannig er sjúkleiki á heimilum. Það er ekkert alltaf. Svo verður maður, að því maður elskar fólkið. Maður elskar foreldra sem maður elskar systkini, maður elskar fjölskyldumeðlim sem er að glíma við þetta. En back then, sem segir svolítið hvað ég er gömul, þá var bara ekki svona þessi hjálp sem er í dag. Ég veit ekki okkur að fara þarna, en það er bara eitthvað mikilvægt. Hvað er það sem fær okkur til þess að segja bara að viðurkenna, já þetta er bara í lagi í okkar þjóð í dag. Þetta er ekkert í lagi. Og stjórnvöld get ekki stutt við heimili eins og draumasetri og fleiri heimili og þú veist, hvar eru nýju heimilin og meðferðina? Hvar er þetta? Milljónirnar sem fara bara í velferðarkerfið. Hvar er þetta? Við getum hjálpað flóttamönnum, ég hef ekkert gegn því. Auðvitað eigum við að hjálpa fólki sem eru utan og vill koma úr alls konar ástandi. En við skulum fara að hjálpa okkar fólki líka. Af því það er ungt fólk að deyja hérna. Ég var að tala við einn vin minn sem hann er með þjónustu sem hann er nýbyrjað með, bara því hann hefur hjarta fyrir fólki sem er að glíma við alkoholisma og fíkn. Það er von og þetta er mjög gott samtal við henni í vikunni og það var akkurat þetta. Ein manneskja getur gert eitthvað. Hvað eigum við að gera? Við eigum að biðja, við eigum að sýna kærleika og við eigum að standa stöðu og trúa því að Guðs andi innra með þér getur hjálpa fólki með kærleika og stutta og leita og rétta braut. Og berjast fyrir þessum hlutum. Sjá eitthvað úrræði breytast, ekki vera að rífast á Facebook eða eitthvað annað. Förum að biðja. Förum virkilega að biðja fyrir breytingu á þessum hlutum. Og það eru menn sem eru kallaðir eins og United og Draumasetur og fleiri staðir sem hafa bara þessa köllun að gera þetta. Að hjálpa fólki sem er á þessum stað. Og við þurfum að biðja fyrir þessu fólki. Og það komi fleiri staðir sem er ekki 700 manns á biðlista. Þetta var bara eitthvað sem að greinilega Guð kom á framfæri. En Habakuk tilgang, hugsa tilgang. Það segir, því að enn hefur viturinn sinn ákveðna tíma en hún skundar að takmarkinu. Þetta er rosalega flott orð. Hún skundar, notar þetta einhvern tímann. Skundar þú á takmarkinu? Það segir, skrifaðu niður hugsjónina. Hugleiðingar þínar, hjarta þitt, það sem þú langar að sjá tilgang með þitt líf. En vitrunin hefur ákveðin tíma, en hún skundar að takmarkinu. Þetta er frábært orð, skundar. Skundar að takmarkinu. Og bregst ekki. Þegar þú gerir hluti í trú, þá bregst það ekki, en þú mátt ekki gefast upp. Gefast ekki að gera það sem er gott því á sínum tíma, ef við gefast ekki upp, þá verður gegnumbrot. Þá kemur ávöxtur af því, ef þú gefst ekki upp. Ok? Þótt hún dragist, þá vænt hennar, því að hún mun vissulega framkoma og ekki undan líða. Hver er að koma? Hver er þessi hún? Hún, vitrunin, vision, dreams, draumar, purpose, vision, dreams, tilgangur, draumar, vitrun er svolítið, það þyrfti að vera annað orð. Því vitrun er eitthvað svona, ég sá bara engla og eitthvað, þú veist, það er eitthvað svona svolítið svoleiðis. En það er vision for a purpose-driven life. Hugsjón fyrir tilgang sem er í lífið þínu.
það alveg bara magnað að sjá þegar við förum og gefum okkur að tilgangi og gefum það hérna, við segjum bara Jesús hjálpaði mér. Ég ekki alveg að skilja tilgangin. Af því hvers skipti sem ég fer við stjórnvölinn og ég fer í farþegasæti og ætla að keyra, þá keyri ég út í skurð. Ok, I got it. Ég þarf að gefa þér þetta. Ég þarf að gefa þér þetta. Fólk finnst það heimska. Það segir í orðinu að heimurinn telur það heimsku að fylgja Guði. Það telur það heimsku að biðja og trúa á Guð, ósýnilegan Guð. Og vitið, í gamla daga, þegar Ísraelsmenn voru, þeir Filistar og aðrir útlendingar í kring Egyptar og annað, þeim fannst það heimskulegt hjá þessum Hebreum að vera að trúa á einhvern ósýnilegan Guð. En þessi ósýnilegi Guð, hann tók bara alla fangana, setti það frjálsat í, alla þrælana og setti það frjálsat. Með alls konar, ef þið lesið Mósebók, ég meina halló, það var bara alls konar kraftaverk sem hann gerði. Er þið með mér? Já. Ok, standið upp eða erum þreytt. Þið verður að gefa mig 10 mínútur í viðbót. Counting down, ok? 10 minutes, timer? Okay. Are you on the clock? Nei, tjóka. Have fun, elskurnar. Have fun. Það svo gaman. Það gaman að fylgja Guði. Þú veist, gaman að tækla erfiðleika með þetta, gaman hvernig Guð tækla við mig, að því, veistu það, við erum ekki fullkomin. Við verðum aldrei, ég veit ekki hvaða mynd við erum að fara eftir og sita á okkur og við séum eitthvað fullkomin. Við bara erum það ekki og munum aldrei verða það. Vertu bara besta útgáfan af sjálfur og vertu bara glaður og frjáls og labbaðu í þessum heimi, þú veist, veistu hvað er mesta þegar þú talar við eldri fólk? Veistu hvað það talar um? Eftirsjá. Og ég veit ekki hvað er að mér núna því ég er 50 og ég þú veist, oft með eftirsjá. Ég fer alltaf bara svona, aftur í tíma og ég sé bara, vá, ég vildi það. Hvað er tímavélinn? Hvað er tímavélinn? Af því hefði ég ekki tekið ákvörðun þarna, þá hefði ekki þetta gerst og þetta og þetta og þetta. Ég sé það í dag. En hvernig ætlar Guð að endurreisa og fyrirgefa og setja skömmina af? Það er svo mikið af fólki sem labbar í eftirsjá og skömm og er þunglynt af hlutum sem að þeir fóru á mis við. Eitthvað sem þú veist og þú veist og þú veist að þú áttir að taka ákvörðun en þú gerði það ekki. Þú fórst í hinn áttina. Guð segir, hérna er box A, hérna er box B. Guð setur ekki, tælir okkar ekki í synd. Skilur við, hann gerir það aldrei. Það er óvinnur sem gerir það. Guð gerir það ekki. Við erum alltaf að setja eitthvað rosa fólk sem lifir bara eins og, ég veit ekki hvað, en svo, en þegar eitthvað gerist, þá bara, já, hvar var Guð? Ef þú ert ekki að lifa eftir hans vegum, hvað ertu þá að blanda honum inn í málið? Þá hvað erum við, þú veist, það er heimsandi og sér illt þarna í þessum heimi. Það er alls konar fjötur og alls konar dót. Ég hef oft verið að tala við vinn minn hérna. Við erum ekki að fókusa á það sem er illt, við fókusum á Jesús, fókusum á það góða. Það er það sem sigrar hið illa og það heimsandan. En við megum heldur ekki verið, það segir á öðrum stað, við erum ekki fávís illsku í heiminum. Erum við þá að tala um fólk? Nei, þetta eru fallnir englar. Já, hvað, veitu, ertu að djóka? Veitu, var ekki Halloween? Ertu ekki bara í einhverju Halloween, einhverju gýr? Nei. Það segir að það er andaheimur til og hann er miklu raunverulegur heldur en okkar heimur, skilurðu. Ef hann er raunverulegur en okkar heimur, þá vitum við ekki raun og veru hvað er í gangi og hvað þetta allt snýst. Guð mun sýna okkur í lokin hvað þetta allt snerist. Þá verðum við alveg, oh my god, það snerist þetta. Baráttu góðs og ills. Baráttu góðs og ills. Og það segir, stattu gegn djöflunum, þá mun hann flýja. Það er ekki það að þú átt að vera alltaf bara, ég veit henni þarna, hann er bara undir hérna, Nei, fókus á Jesú.
Að því leiðu fyrir að fókusa á Jesú og lifa með honum og nærveru hans, ekki þinni nærveru, það er hans heilagur andi sem kemur yfir þitt líf. Hann fyrir að labba með þér, hann fyrir að ganga með þér og það er ekki það sem við sjáum. Ef þú ætlar að lifa lífinu og trúnni bara það sem sérð og finnur, þá ertu algjörlega búin að falla á fyrsta prófinu. Trú er ekki að sjá. Trú er ekki að heyra eða finna eða sjá hvað er í kringu þig. Allt of margir kristnir að lifa lífinu sínu, trúar lífinu á hvað þau sjáu, hver eru á samkomu, hvað með þetta, hvað með hitt. Fara eftir öllum svona skynfærunum. Þú getur ekki upplifa Guð þar. Hann kemur þar, hefur áhrif á okkur þar, en þú getur ekki byggt trú þína þar. On the emotions, tilfinningunum, skynfærunum. Það er miklu dýpra, það er andi Guðs, það er andi Guðs sem talar. Hvernig kemur það? Ég hef ekki hugmynd það, ég veit bara að það virkar. Amen. Alveg eins og því ég fyrir að sofa og ég vakna og ég bara vakna og ég er með loft í lungunum. Hvernig virkar það? Hef ekki hugmynd. Veit ég hvenær ég dey? Nei, ekki þú heldur. En ég ætla að lifa lífinu í dag og þangað til ég fer að segja öðrum frá, gera mitt besta, hreinsa hluti í mínu lífi. Ég er ennþá, þegar maður gefur lífsitt á alls konar vegum í smá tíma, og í mínu tilfelli var eitthvað 10x ár, skilju, það tekur aðeins meir en kannski 4-5 ár að hreinsa til. En Guð gerir það og hann hreinsa bara til. Og ef þú ert búin að kveikja sinu eld, svo ætlar allt í bara að koma og segja bara, fyrirgeðu, veist. En þú þurft að bíða, þú þurft að setja sáðgötnið, þú þurft að vökva og þú þurft að sjá grasið vaxa aftur. Og það tekur smá vinnu, það krefst þess að þú, með þinn tilgang í lífinu, að þú horfir svolítið á sjómanni, skilur. Og leyfir þetta. Allir að gera svona. Akkur eru svona feimin að gera þetta, ekki þið, sko, en flóst. Við erum svo feimin að gera þetta í kirkju, bara. En allir geta gert hérna, eitthvað, þú veist, allstaðar. Nei, bara þetta. Bara, takk Jesús. Ég bara gef þér allt junkið, ég beði leiða mig. Ég þakka þér fyrir að þú ert með mér. Þetta er ekkert flókin bæn, sér. Bara létt bæn. Það sem að Guð, þú ert að gefa Guði leyfa að koma inn í þitt líf. Við erum ekki bundin, segðu hérna við kollinu á þér. Við erum ekki bundin, við erum frjáls. Hvernig getum við verið frjáls? Leyfa heilagum anda að þú okkur, hreinsa okkur, eins og segir í Jesía 61, leyfa hans anda að koma og þú veist, að því öll okkar, ekki segja já, ekki ég, ekki ég, öll okkar, human beings. Hvað er það latín aftur? Homo sapiens. Já, homo sapiens. Ég ætla ekki að bara kalla okkur apa, sko. Ég ætla bara að vera viss. Homo sapiens, human beings. Við erum öll með þetta skemmda DNA, þetta gallaða DNA sem heitir synd. Við gerum, og ég held að Guð gerði þetta líka þannig, ég er ekki að segja Guð, stopp mér það, spóla, Guð orsakar ekki að við syndafallið, en hann bjó okkur til að við erum alltaf að betrumbæta okkur, að taka við, að skoða okkur og taka við, umbreyta, taka við, að við þurfum Guð inn í líf okkar til þess að ganga þetta líf. En ef við höfum ekki þetta flæði, þá erum við bara eins og þetta vatn sem hefur enga uppsprettu. Það verður bara, og það verður vond lykt af því. Og það kemur svona, hefur einhvern tíðan farið í svona laug út á landi og það er svona slímugt í botninum og að því það er búið að vera þarna forever. Hvað er að okkur að fara honi í svoleiðis laug með, þú veist, bara en allavega við erum að lifa á þetta svona náttúrulegt, þetta ræðislegt, alls konar, já, einmitt. En þú veist, læki lifandi vatn segir að það er heilagur andi, það er Guð. Hann kemur alltaf með ferskt vatn. Ég segi bara svona, koma, erum við ekki saman í þessu? Yeah. Ja.
Við gerum bara svona. Takk Jesús fyrir lækilifandi vast. Takk Jesús fyrir að þú gefur ferska mynd, þú gefur ferska trú. Þú hjálpar okkur að lifa þessu lífi og tilgangin og fullvissan í trúnni. Ég ætla að labba á púlti hérna. En vitið, munið eitt, heimur tilheyrir heimsku að trúa á Guð. Þegar þið tala Jesú, manstu lagið sem að Telma og María þau voru að syngja, Jesúa, það var beautiful. Og þetta kemur frá The Send, sem er stórt trúboðs átak sem var í Flórida í sumar sem að hún fór á. Og ég og hún voru að sýna með lofgjörnum þaðan. Og það var ein frá Brasilíu sem söng Jesúa, Jesúa, ég að segja þetta rétt? Jesúa. Ég ætla að læra portugalsku, af því ég ætla að fara með Telmu minni til Brasilíu. Og við ætlum að sjá hvað að gerast þar. Brian oft búinn að bjóða okkur. Brian Britton. Anyways, hvar var ég? Já. Lækilifandi vass inn í þessa uppsprettu, það sem Guð að gera. Og hvað það sem hann hefur kallað þig til? Hvað það sem hann að gefa þér inn í þitt líf? Jesúa, Jesús. Við getum bara sungið það bara endalaust, sko. Ég ætla að fara heim og eftir, því á smá tíma með sjálfum mér, þá ætla ég bara að sitja og þetta lofgjörleiðtogi frá Brasilíu, það vakning í Brasilíu og hún samdi þetta lag, Jesúa, þú veist, og það bara þetta frelsi í Guði. Leið og þú upplifar frelsi, bara hérna, þá fer að skilja tilgangin. Og öll höfum við sérhver tilgang. Öll höfum við ólíkan tilgang. En eitt höfum við sameiginlegt. Að það að vera í einingu og kærleika Guð og til fólks. Það það sem þetta snýst þess vegna stöndum við og þess vegna erum við með þessa samkomur annað. Svo erum við að fara áfram inn í nýjárið, trúboð, niður í bæ, stað. Við viljum ekki að vera í einhverju stöðuvatni, einhverju slímu og einhverju viðbjöð. Við viljum fara áfram. Lækilifandi vass, áfram, Guð. Hvað meira? Hvað meira? Ekki meira? Ekki meira tilgangur? Ekki meira? Hvað getum við gert? Og ef allir kristnir myndu hugsa þetta, hvað get ég gert? Þú getur gert stórkostlega hluti í vinnunni þinni. Ef þú myndir þora að opna munnin að segja frá. Ekki segja frá kirkjunni, segðu frá Jesú, hvað hann hefur gert fyrir þig. Segðu frá þínu vitnisburði, hvað hann hefur gert fyrir þig. Ég ekki alltaf eitthvað, já, nýbyrjun, eða CTF, eða United, eða vegurinn. Ég að tala Jesú. Guð, heilagur andi, bænina, tilgangin, hvernig hann getur verið raunveruleginn í lífið þínu. Þú ert ekkert meiri frelsuð eða hólpin með því að fara inn í kirkjuna. En Guð vill að við förum þangað til að læra. Hvernig ætlar að læra? Ég ætla að sýna ykkur svolítið skemmtilegt til að láta ykkur hlæja. Sjáu ég þessa biblíu? Hún svolítið stór. Veitu? Can you assist me? Þessi biblía, manstu ég sagði ykkur ég ætla að sýna ykkur biblíunnar ömmu? Þetta hún. 2 vikum áður hún dó þá lásum við upp úr þessari biblíu. Og ég fekk að eiga þessa biblíu. Ég bara rosalega stolt og heiður. En sjáu þessa biblíu, þetta svakar biblía. En þetta passar eiginlega mér núna af því ég er fann að sjá svo illa. Þú veist, pældi ég myndi mæta henni í bæ hérna. Jæja, Galdabið, 5-1, standið í stöðir og látið ekki leggja á ykkur ánæðarok. Alls konar dóti í þessari biblíu. Allt hennar líf í raun og veru. Öll barnabörnin, sagði. Tilgangur henni var bara að elska börnin sín. Barnabörn. Hérna eru öll skráð og skrifuð. Allt, öll. Nafni mitt hérna staðar. Linda Björk Magnúsdóttir, 5.3. Anna Thelma Sædóttir, systir mín. Og öll barnabörnin, með þess að litlu barnabörnin sem eru ömmubörnin mín. Þetta er beautiful. Þetta heitir arfleifð, sjáu til. Þetta er ekki smá, ég klappa til.
næst ætla ég að predika upp í þessari biblíu. Hún æði. Smurning yfir þessari biblíu, af því amma mín átti hana. En ég vildi bara sýna ykkur þetta, af því að þegar einhver deyr, þá fyrir við ofta að hugsa þá fyrir við ofta að hugsa lífið og tilganginn. Og eina önnur skemmtileg saga, en mér finnst hún skemmtilega. Í gær, ég var kísu sem heitir Mía. Og ég einhvern veginn langaði, það var alltaf, þú verður að taka nú saman þegar, og ég segi, ég vil langa svo hún eignist einu sinni kettlinga og eignist það, og það verður hún svo góð að hún læri að vera mamma og þú veist, allt þetta, og ég var ekki með svaka þeirri yfir þetta, þannig ég ignoraði alla sem sögðu mér, ég ætti að taka nú sambandi, og hún var náttúrulega bara hérna í hverfinu, nýja skvísan, hvít og svona gilt, alveg ógeðslega sæt, allir fressarnir alveg, allir maður horfa á sjónvarpi, heyrst allt inni fyrir utan, ég er bara guð, stend gegn þér. Nei, það var bara einhver kisa, einhver högni. Já, hún var kettlingaföll, þú veist, sem gerist. Já. Og í gær, þá kemur hún og ég sá hún byrja bara að vaksa og stækka og ég vissi ekki hvenær þessi kettlingi, ég fór að googla, hvernig get ég tekið mót þessu kettlingum. Og ég vissi eitthvað var að gerast af því að, þú veist, spenarnir hennar voru allir orðnir alveg bara hún hlýtur að fara að eiga, sko. Og ég sit alltaf á ákveðnum stað í stofunni heima, ég kannski með lofgjör og bið, og alltaf því ég bið, þetta er ekki líf, þá kemur hún hvað sem hún er og leggst svona við fæturna á mér. Hún finnar fyrir Guðs þessi köttur, hún frelsuð. Það segir að allt þitt heimili mun vera frelsað og hólpið og blessað, ok? Your whole household, ok? Your whole household. Anyways, síðan bað ég bara, ég segi Guð, bara hjálpaði mér að ég geti verið þarna fyrir hana, þú veist, ok, ég á dýr, ég meina, ég bý með kissinu minni, Míu, og that's, þannig að hún bara þurfti á mér að halda, svo kemur hún í gær morgun, hoppar upp í rúmið mitt og lætur mig vita að það er eitthvað að gerast. Fer svo undir sængina mína og ég bara, nei, þú ert ekki bara eitthvað upp í sængina, nei. Herðu, svo bara fór ég með henni í körfuna sem að, þú veist, allt var tilbúið, ég var búin að búa til svakalega flottin á baði, skilur alveg bara, þú veist, hérna maturinn að kassin hennar og litlu svona og leikföngin og þetta var bara svona lítið svona kísu íbúð, auka baðherbyggið mitt og það var allt tilbúið og bara sjá hana, svo kom þessi litlu krílu, komið 3, þriðja kom, þú veist, 2 klukkutímum seinna og var með naflastrenginn og ég panika og ég hringi konans pappa, fósturmömmu mína og ég bara, hvað ég gera? Ég var með hann á FaceTime alveg, hvað ég sjálf, hvað ég gera? Þú veist, og hún alveg bara blást upp í kissuna. Ég blása upp, bara, þú veist, ég var eftir djók, nei, blást upp í hana. Því kettlingurinn var, þú veist, eins og hún var að deyja. Ég náði strenginn og svo lá bara kissan, bara lífvana og ég bara, hvað ég fyrir að pumpa? Þú veist, pínu lítið kríli og hún bara blástu, svo tek ég litlu kríli og blæs upp í, en svo fór ég náttúrulega líka að biðja og svo bara setti hana niður og hún fór að anda, en hún gat ekki andað og þá fór ég að hugsa og svo sá ég bara að Mía mín, hún horfði á mig gera þetta allt og greinilega hún var að reyna, þú veist, sleikja hana og vekja hana og þú veist, bara gá hvort hún myndi, þú veist, vakna, hún gat ekkert gert, svo bara vældi hún. Og ég hugsaði með mér og svo bara var hún komin, þú veist, og ég þurfti að setja hana á spen og hjálpa og hún er lítil, skilur, og ég skilði hana Önnu í höfuð á ömmu minni, skilur, af því þetta er svona, þú veist, líf og svo þetta barnabættur myndi skýra hérna. Kannski hefði við enga áhuga á þessu sögu, there's a point, ok? En, þú veist, ég sat þarna með kissunum minn og 3 litla beautiful kettlinga og ég hugsaði með mér, Guð, hvað lífið er æðislegt. Tók alveg myndir og sendi til allir fjölskyldur, sjáu þið litli, ég er á hann kissuhomma, þú veist. Og ég vissi, ég horfði í augun á litlu Míu minni og hún vissi ég bjargaði litla síðasta kettlingnum, skilju. Blásandi hérna, getur ég sjáðu ykkur fyrir ykkur, þú veist, ég sagði systur mér þess að sögu gæri hún grenni og hún sagði, varst bara með CPR og hjartan og blása upp í kettlingin, ég segi, já,
Jenny sagði mér að gera það, konans pappa, og það virkaði. En þá hugsa maður lífið. Þetta var minn tilgangur í gær, sjáðu til. Fyndu tilgang við hverjum degi og þá myndu vera rosalega glöð manneskja. Veistu hvað fer á mis í lífinu? Það eru svona litli hlutir. Við erum alltaf, já ég ætla að gera þetta og ég ætla að verða þetta og ég ætla að eiga þetta og svo er ég bara í þessu kapphlaupi, þú veist, svo skiljum við ekkert okkur við erum þunglynd eða, þú veist, höfum ekki þessa hamingju og gleði og bara, þú veist, goofiness bara, þú veist, frelsi og allt þetta. Þú átt að njóta þess, og vita Guð með þér, þannig við viljum bara alla gera svona. Jesús, komdu inn í lífið mitt, hjálpaði mér að lifa þennan tilgang, hjálpaði mér í þessu lífi, leiddu mig í gegnum lífið, hjálpaði mér, komdu inn í alla mína kringumstæður, skilur. Og það segir að þegar þú hleypir Guð að í lífinu, þá gengur hann bara með þér, skilur. Hann er bara svona vinuðinn, þú veist, eins og einn lítið strákur sagði, ég var búin að tala við hann engil og svo allt í einu segir hann, ég sá engil og hver er engja lítið barn að sjá engil? Ég trúi á engla, ég trúi því að þegar við biðjum og þegar við leysum út engla og þegar við, þú veist, þá er ákveðin vernd og já, okkur gerist þá okkur slæmt, af því ég meina, við bara búum í föllum heimi og það er ekki allt og stundum bara gerast hlutur en Guð, hann hjálpar okkur í gegnum þá alla ef við leyfum honum að gera það. Það er margt sem ég sé eftir, en það er sumir raunir sem ég sé ekki eftir af því þá væri ég ekki manneskja sem ég er í dag. Þá hefði ég ekki hennar kærleika til heimsins af því ég var löngu búin að gefast upp á því. Ég hafði ekki kærleika til heimsins lengur. Af því þá var búið að særa mann og fara illa og tala illa um mann og alls konar hlutur og ég hugsaði með mér, ég er bara nefnir ekki hlusta á þetta fólk, skilur. Og þá kemur stolt og þá kemur, hvað? Ekki kærleikur. Það kemur bara biturleiki og ófyrirgefning og það er ekki kærleikur. Kærleikur Guðs kemur til að reka burt ótta. Þannig við eigum ekki að vera í ótta. Þannig að vera ótt í lífinu. Gefðu honum allt, skilur. Leyfðu honum að koma inn í allar þessar kringumstæður. Þannig við ætlum að enda á þessu. Var þetta hjálplegt? Amen. Fyrsta Korintharbréfið, það segir í öðrum kafla, ég þarf þessa stóru biblíu, það er alveg klart. eða gleður mig. 9, það segir, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Þannig að Guð er með eitthvað magnað fyrirbúið fyrir þá sem treysta sér og biðja til hans og fara síðan. Hvernig getur þú elska Guð? Ég spurði sjálf með þessu fyrir því ég var fyrst nýfrelsi, ég elskaði ekkert Guð, ég vissi ekki hvað, elska mín var ekkert, þú veist, hvernig get ég elskaði Guð? Og þegar þú syngja svona sönga ég alveg, svona too much, elska þig drottinn og ég elska þig Jesús og eitthvað, en síðan þegar þú ferð að skynja hversu mikið hann hefur fyrirgefið okkur og hjálpað okkur og er með okkur og hvað hann gerði fyrir þig, þá er það heilagur andi þitt í þessu samfélagi, þá ferð allt í hann að elska Guð og það segir þeir sem elska Guð, hann mun vitna þig fram fyrir föðunum. Þannig, takt á móti elska hans. Og þegar þú gerir það, þá ferð þú að elska hann og elska fólk. Og eins og Óli vinur okkar segir í United, elskum fólks til lífs. Hann er bara algjörlega stendur við hjarta þitt. Þannig við skulum biðja núna og mundu það sem auga sá ekki, eyra heyrði ekki og ekki komið í hjarta nokkurs manns, þitt líf, tilgangur.
Allt það sem Guð fyrirbjóð þeim elska hann. Amen. Amen. Hann með þér og hann vill vera með þér. Þegar við skiptum lag, ég held að fólk sé alveg að sofna með þetta hérna, þetta æðislegt lag sko, en það má aðeins vera. Mér finnst þetta svolítið cool, það sem ég heyrði daginn. Andleg vitundarvakning, trú. Þetta náttúrulega bara andleg vakning og vitund hver Guð Amen. Þetta ekkert eitthvað nýtt sko. Þannig hann vill gefa þér þennan metonía kraft, breytingakraft Guðs inn í lífið þitt. Þannig taktu við því. Faðir, við skulum bara standa upp og enda þessa samkomu. Þið megið doka við, fá okkur kaffi og við erum hérna uppi við og fyrirbyrjandinn eða viljið að við stöndum með þér í bæn og við biðjum bara fyrir þeim sem er búin að vera að horfa í dag. Guð bless ykkur og verið með ykkur og bara varviti allt sem þið eru að gera á þessum degi. Þetta er yndislegur dag fyrir mér. Eldri dóttir mín afmæli í dag, þannig ég að fara, þá hún sé langt í burtu, þá erum við að fara að gleðjast með henni, biðjum fyrir henni, gleðjast, finnið einn punkt og gleðjast yfir því. Og það mun leysa ykkur. Það mun leysa ykkur, ég alveg tala. Þegar eitthvað alls konar hlutir eru í gangi, þá segir Guð gef mér einn punkt. Einn vonar punkt. Og hann sýnir mér. Oftast er það barnabörnin mín, eða kísa mín. Í gær voru það kærlingarnir. Yes, I saved a life. Þetta var svakalegt. Kannski voru þetta allir þættirnir sem ég var búin að horfa á, eitthvað 911 þættir. Ég held ég bara tók kærlingin alveg. Þú skalt lifa! Við megum hlæja, þeir eru of alvarleg. Veistu hvað, aðal vandamál þunglindis er að fólk hægt að hlæja og gráttast og hafa gaman. Sett einhvern þátt á sem færi bara til að hlæja einn með sjálfur þér. Ég er oft ein með sjálfur mér að horfa á okkur, þegar það voru eitthvað þungt, þá sit ég eitthvað ógeðslega fyndið á og bara ha, ein, ok, nei, heilarandi með mér. En Guð verið með ykkur, bless ykkur, opniði hjarta eitthvað gagnvart Guði af því hann er þess virði og Guð bara verið með ykkur og í orðinu og allt það sem þið að gera. Hann gefur ykkur gleði í stað hryggðar og lausn í Jesú nafni. Það biðjum við þangað til næst. Ég bið ykkur líka að biðja fyrir trúboðun okkar og horfið á Omega, gegnumbrot þáttinn. Það er Omega alveg 3-4 sinnum í viku. Gegnumbrot, alltaf góð viðtöl og annað. Og fimmtudaginn þá erum við hér klukkan 7 í bæn og kennslu. Það eru allir velkomnir og aftur á sunnudaginn og þriðjudaginn líka bæn. Þannig Guð bless ykkur, verið með ykkur. Amen.